var svo ægilega skemmtilegu maður sem ég hitti hérna frammi. Hann var að segja mér sko að það var verið að segja að það væri ekki lengur ráðið í fyrirtæki út á stjörnumerkjum. Þess vegna fannst hún svo ægilega gaman að ég skildi vera að koma hérna. En það er náttúrulega alveg pottitt að meigjan það sem þarf alltaf að vera pottitt, það ekki rétt hjá mér? Sjáðu hvað þú ert sætur, elska mín. Gott, fallega fólki alltaf fremst, það tekur fremsta sætið, skilur, við erum að fela okkur hérna á bakvið, sko, það er enginn hérna á bakvið, en strákar, koma í fremsta sætið. Alltaf í lífinu skulum við taka fremsta sætið, við skulum sitja á fremsta bekk, við skulum keyra sjálf bílinn, við skulum ekki vera farþegi í bílnum og láta aðra keyra með okkur eitthvað út í buskan þar sem við raun og veru kannski viljum ekki fara. Þar sem við sköpum okkar eigið líf, sko, þá skulum við líka vita hvert við erum að fara. Nákvæmlega eins með þetta líf eins og að fara í ferðalag. Ef þú ætlar til Keflavíkur, ekki fara til Grindavíkur. Þetta er það sem skiptir ofsalega miklu máli. Það er pínulítið að plana þetta líf, kannski ekki eins og fermingaveislu, en eins og eitthvað sem okkur finnst gaman að gera. Og númer 1, 2 og 3, ef okkur finnst eitthvað leiðilegt í vinnunni, hvað gerum við þá? Við gerum eitthvað gaman. Og ég tók eftir því ég kom inn í þetta dásamlega fyrirtæki, alla þessa liti sem byrjuðu að blasa við mér, að ég var strax orðin glöð, og ef ég hefði verið viðskiptavinur, þá var ég strax orðin glöð, svo sá ég Ásgeir, hann svona notalegu starfsmaður sem sat þarna í stól, sko, og ég hugsaði, rosalega kósí fólk að vinna hérna. Svo voru allir svo glaðir, en ég tók nú aðalega eftir konunum, sko, kallarnir voru einhvers staðar á bakvið og það eru miklu færri konur, það mun breytast, strákar mínir, sko, maður tekur bara aðeins meira eftir konunum, það er aðeins svona meira búin að busta sig upp og skiljiði hvað, það er svona okkar eðli, en ég má náttúrulega alls ekki segja að konur séu fallegar, þá er þetta orðið vandamál í DFF og eins og var með Greiðan Gísla Martin, hann sagði að 3 alþingiskonur væri fallegar og hann var bara útrópaður en ef ég hefði verið með fyrirlestur, sko, þá hefði ég og verið 3 fallegir menn, alþingismenn, hefði verið ekki allt í lagi, ég hef sagt að þeir væri fallegir, er það ekki? Er það ekki? Tala frá hjartanu, það er það sem skiptir ofsalega miklu máli og fólk finnur alltaf þegar það talað frá hjartanu. Vera einlægur, tala frá hjartanu, slaka svolítið á, ekki drepast úr stressinu. Byrja svolítið daginn á því að trúa því að lífið muni leysa fyrir ykkur daginn, að þið þurfið ekki að stjórna öllu, að þið fari bara svolítið í flæði. Gera alltaf aðeins meir en maður þarf. Sko, ég að tala í sambandi við vini og heimili. Það var að því nefnilega sonur minn, hann lagði aðeins langt frá búðinu daginn og ég sagði, ertu vitlaus Pétur að ég þurfa að labba alveg yfir þessar 2 götur og mamma, predikar þú ekki að gera aðeins meira en þú þarft? Það var ég að meina í flestu, sko. Algjörlega í flestu. Og labba á stað og það eina sem skiptir alveg ofboðslega miklu máli og það sem skiptir öllu máli, það er love thy ass. Þetta stóð ekki í Biblíunni, en eina manneskjan sem þú þarft að elska ert þú sjálfur. Þú getur skilið við kallinn og krakkana, Advania og öll þessi fyrirtæki sem þið eru frá, en þú þarft að vakna og sofna með sjálfum þér. Svo vertu svolítið glaður við sjálfa þig. Talaðu fallega til þín, talaðu þig upp. Við tölum okkur svo ofboðslega mikið niður. Við erum, er ég að fara að vinna með Unni í dag, hún er svo leiðinleg. Þá komur svona grá orka í kringum okkur og við segjum, ég lít svo illa út, ég er svo feit, og ég er bara svo, þetta er ekkert að ganga, engin samningar í síðustu viku, þetta er ómögulegt, það mun ekkert gott gerast, ég missur örugglega vinnuna og þá segi ég orður álög. Passaðu hvað er tilfinningar, hugsanir og orð þú ætlar að festa út í universunu, í þessu lífi, því tilfinningar, hugsanir og orð munu aldrei eyðast. Svo við skulum passa þegar við erum að tala okkur upp á, við ætlum að gera þannan dag svo, byrja daginn, að gera þannan dag svo frábærum, það verður alveg brjálæðislega gaman hjá mér í dag.
og setja svolítið gleði og hlátur, hlæja meira. Það ekkert leiðilegra finnst mér en að tala við manneskju í einhverju fyrirtæki sem alveg með frosisvip og tala bara eftir einhverju formúlu. Gefur ekki hjarta sitt í þetta. Svo að þegar við erum farin að hafa gaman í vinnunni, þá vinnan bara skemmtilegt líf og það það sem við viljum. Og eftir því sem það skemmtilega, eftir því fáum við betur launað. Af því við erum ánæðri, þá hækkar tíðni okkar og það streyma til manns peningarnir. Alveg hreint! Og sjáðu þetta borð, þetta hlær mest af því að það situr hérna á fremsta borðið, skilur. Það svona og maður tekur eftir og ég tek svo vel eftir því hverjir hlæja af innlifun þegar maður að tala við þá og kannski að spyrja út í eitthvað í einhverju fyrirtæki. Sumir hlæja alveg frá götna og upp úr og það svo grennandi. Og þú svona hreyfa sig til og þetta þá þurfa, þú veist. Sumir hlæja svona, ég treysti þeim ekki. Bara, ég treysti þessu lið ekki, Svo bara hlæja, vera maður sjálfur, storma svolítið áfram og að þora. Við erum alltaf að passa okkur svo mikið, að lífið bara rennur framhjá og það hefur í raun og veru ekkert gerst hjá okkur. Við erum bara inn í einhverjum þægindarhring þar sem við bara pössum okkur, skilurðu hvað við, segjum ekki neitt, skömmum svo heima hjá okkur, ég hefði nú átt að tala við, ég hefði tókið þetta, og þetta að tala sig niður. Bara láta sig svolítið vaða í það sem maður ætlar að gera. Treysta því að manni sé gefi svo orka að maður geti það og það komið aftur að sjálfstraustinu. Því ef þið hafið sjálfstraustið þá rennur þetta fram og meðan við erum að alast upp og þá erum við svona dálítið haldið niður. Við erum haldið svolítið niðri, við eigum ekki að tala þegar fullorðna fólkið og við eigum að hafa þetta svolítið kassalagað og svona og það nefnilega þannig málið, það alveg sama hvað þið hafið margar doktorsgráður. Þó þið hafið 5 doktorsgráður. Að þið komist ekkert áfram á því ef þið eru ekki líka svolítið streetwise. Þessin ég hérna. Svo þið þurfa að nota gutstilfinningu, nota þegar að finna út hvað þið ætlið að segja, skilurðu. Seta gló í augun á okkur, daðra við alla. Ekki kannski fara alveg overboard að gera svona. Þá þarf maður kannski að fara að skipta vinnu. Og hrósa fólki, ég meina, hvað kostar það að hrósa fólki eins og þessi myndalegi maður hérna, sem alveg dásaleg og hann bjóst ekki við að ég því hérna ef hann hefði vita þá hann líklega verið þarna. Þeir eru að taka þetta hérna hláturinn hérna, skilur, enda fullt af konum hérna og svona og hérna og við ætlum að fara brosandi út í þennan dag og við ætlum að vera þakklátt. Við gleymum svo ósala oft að vera þakklátt. Og ef við erum ekki þakklátt fyrir það sem við höfum, þá fáum við bara alls ekki meir. Og passa okkur ofsalega mikið á því að tungan sverð slúðursins og slúðra ekki fólkið okkar sem inn í fyrirtækjum. Heldur alltaf að tala alla upp því við erum ein orka. Ekki ein sál, heldur ein orka. Það eins og þið hafi orðið fyrir því að það hefur einhver manneskja hringt sem að þið hafi ekki séð í 3 ár eða eitthvað svona. Og allt inni hringir þegar það hugsa til hennar. Og hugsa, vá, kraftaverk, hún var að hringja. Hafði ekki lent í þessu? Já. Þetta að því við erum ein orka svo í hvert skipti sem við hressum annan við þá gengur okkur betur og að ná árangri í lífinu, við náum árangri í lífinu að því að aðrir vilja ýta okkur upp. Og þess vegna skulum við gera aðeins meira, alltaf aðeins meira, hrósa aðeins meira, hrósa líka frá hjartanu. Ekki vera að bulla það, bara eins og ótrúlega flottu snúður á hárinu þínu. Finnst það æði, bara gæði þig. Tala frá hjartanu og ekki segja, ekki reyna að vera að drepast úr hreinskilni. Ekki gera það, ekki segja, rosalega þú þreytulegur. Það vill enginn láta segja við sig að hann sé þreytulegur. Þá maður fyrst komin í speilinu og sagði, Guð minn góður, ég þreytulegur, Guð minn góður, hvað ætla að hafa gerst?
Svo skulum baða þessu frá þetta. Auðvitað vitið það allt sem ég að segja. En við þurfum alltaf líka að minna okkur á það. Ég nota allskyns svona diska til að minna mig á það sem ég þarf að gera. Skilurðu? Til þess að hressa mig við. Og munið það að ef þau eru dálítið down, setið þá músík á, syngið í bílnum, skilurðu? Og ég með þetta alltaf. Ég glaðasti hundur í heimi, einhver hendir í mig beini, ég að fíla. Þá hættir maður þegar maður svona, þá hættir maður í fílinu eða þunglindinu sem við erum búin að dekora okkur í út af kvíðanum. Kvíði skapar bara meiri kvíða, við þurfum að koma kvíðanum út og ég ætla að láta ykkur vita það að þó þið fáið 1000 hrós, annað málið, þið getið fengið 1000 hrós en svo valtrar einhver yfir ykkur, hann segir eitthvað ógeðfellt við ykkur og þegar þið ætlið að fara að slaka á kvöldið og hafa það gott, þá laðar því miður heilinn að sér þetta neikvæða. Þið eruð ekki að hugsa 1000 hrósin eða allt sem hefur gengið svona vel. Heldur brjáluðu manneskjuna sem að þú sagði þið væri ógeðsleg og vanvitar og hvernig sem hún sagði það, að því heilinn, hann laðar því miður að sér neikvæðni. Hvað gerum við þá? Að því við ætlum að stjórna heilanum, sálin og við ætlum að stjórna heilanum. Við smellum fingri, maður sjá, og skiptum rás. Og alveg eins og dávaldar gera, þeir smella svona fingri og þegar þú heyrir smellin í fingrunum og nærðir í aðra hugsun, þá hækkar tíðnin og það gengur betur. Ekki taka það persónulega þó fólks að drepast úr vitleysunni. Munið það, og þetta rosalega mikilvægt, það ekki vandamálin í lífinu sem drep ykkur, heldur afstaða ykkar til vandamálana. Hvaða afstöðu ætlið þið að taka út af þessum haug þarna, þessum haug sem þarna og muna það að erfileikar eru yfirleitt áskorun og ef þið eru að ganga veg sem eru engir erfileikar á eða engir steinar eða engin grjót, þá eru þið líklega að fara einhvern vitlausan veg. Það gerir okkur nefnilega sterk að þurfa að brjótast í gegnum skafla. Það gerir okkur sterk, það gerir okkur vitur og við eigum að keppast að og við eigum að keppast við sjálfan okkur, ekki keppast við aðra í fyrirtækinu, ekki reyna að koma þeim niður til að koma okkur upp, heldur keppast áfram, byrja daginn á að hrósa okkur og Sigga þú ert svo frábær. Ertu vöknuð bara núna klukkan 8? Guð minn góður, já, það voru einhver að ráða þig bara rúmlega 9, þetta eitthvað, Sigga, þú neglir þetta bara eftir. Já, hvað ætlar að segja, Sigga? Ég veit ekki, ég ætla bara, Ég ætla bara að biðja almættið að hjálpa mér í því og tala frá hjartanu. Bara tala frá hjartanu, setja svona smá blik inn í hjörtuna á okkur og ég vil að þið farið núna að tala ykkur til, bara ég get þetta verður ekkert mál, skilurðu, og setja háuljósin svolítið út, maður sjá. Háuljósin fara ekki eftir stærð. Þeir fara hvert við ætlum að skína, setja bringuna svolítið út, labba svolítið narrestur, skiljiði, brosa til fólks, það kostar ekki krónu að brosa til fólks. Segja jáfnvel góðan daginn. Það alveg svo vakalega hvað það skiptir máli og það alveg ótrúlega hvað fólk eiginlega þorið því ekki. Ég vil nú ekki að segja sig eitthvað góðan daginn við eitthvað ókunnigt líf. Bara góðan daginn og gaman að sjá þig. Þú veist, þó maður þekkist ekki að því við erum öll ein orka. Senda frá okkur og jafnvel aðeins bara, þú veist, klappa á öxlina bara, gaman að sjá þig. Bara, þú veist, vera svolítið persónulegur. Að því við erum öll ein orka, vera persónulegur. Ekki hafa fókusinn á því sem miður fer. Það sem fókusinn fer, lífið ætlið að muna þessa setningu. Það sem fókusinn fer, lífið það sem þið hugsið það fáið þið. Og það sem þið óttist, og orðið ótti bara fjagrasta orð. Og það sem þið óttist, það fáið þið líka. Svo þið verðið að smella fingri, taka óttan út og trúa að hlutinni breytist. Því ef þið trúið ekki, þá mun það ekki gerast. Þetta allt byggt upp á trú.
Hafið þið heyrt talað fólki sem segja, ég get ekki lært ensku, ég bara get ekki. Það alveg ómögulegt fyrir mig að læra ensku. Það hefur enga trú á því og þar af leiðandi getur það ekki einu sinni sagt one beer. Svona þetta með starffræði, svona þetta með framan, svona þetta hver þú ert. Þú þarft að rífa þig sjálfur upp, þú þarft að setja kraft í andan og spegla gleðin út allt. Ekki vera með reiði út í neitt, því að reiði eins og eitur. Ef þú drekkur eitur þá deyrð þú. Svo að sleppið reiðinni, skiljið hvað við skilja hann eftir, setja hann í poka, hendið hann út, skiljið hvað hún drepur engan nema ykkur. Og svo skulið þið bara skunda út í daginn og hafa gaman. Hafa gaman og vera í núinu. Við erum ekkert öll í núinu, svona 30% af fólki ekkert að hlusta á mig. Það að hugsa, býtu nú við, hvað ætti ég nú að borða í hádeginu? Já, best að skella sér á lofti í kvöld, á ekki bara að hringi hann sveppa eða, þú veist, við erum með höfuð á hillinu, við sitjum heilu fyrirlestrana þess að við heyrum ekkert hvað þeir að segja, því við erum að blana. Við vitum það alveg, eigum að vera í núinu, við vitum það alveg. En nei, við erum að hugsa eitthvað lélegt ástarævintýri, sko, eða hvort að gangi illa í vinnunni, eða hvort að sé hægt að tala við yfirmanninn eða bankastjórann og þá segir það, við erum nefnilega ofsalega oft með annan fótinn í fortíðinni og hinn í framtíðinni og þá mígum við á nútíðina. Svo það ofboðslega mikilvægt að því að þið búið til daginn ykkar þegar þið vaknið. Þegar við vöknum, ef við förum vitleysu megin fram úr, þið hafið heyrt þetta. Ef maður fyrir vitleysu megin fram úr og það byrjar að gerast allt í og þið byrjið að bölva öllu og ragna svona eins og jöfissi skýta veður á sig hjara þetta helvítis ríkisstjórnin jöskreppan og þetta nú meira krummaskuð hérna, bara best að flytja til Noregs. Flytja til Noregs. Heldur að útgeislinu sé falleg á þessum ræmannisku? Og þeir segja það að áran okkar breytist á mínútufresti, útgeislinu okkar. Ef að þú farð vonda frétt verður áran þín grá. Skilurðu, alveg eins og þegar við verðum hrædd, þá fáum við sting hérna. Þið eru með það á hreinu, líka kallanir. Að því allt í einu bara ykkur bregður, þá fáum við sting hérna 1, 2, 3. Eins útgeislinu okkar, ef við erum bara í fílu og leiðindum. Helvítis krummaskuð, alltaf sami skýta. Þá ætlum ég bara líka að segja ykkur það, að krummaskuð pjallan á krummanum. Og þar fjörið. Og við erum þakklát fyrir að vakna í þessu landi og við erum þakklát að vinna hjá því fyrirtæki sem við erum að vinna hjá. Þangað til annað kemur í ljós að því við verðum að setja þakklæti fyrir það sem við erum að gera núna. Annars erum við föst þar. Setja þakklæti í hvert skipti svona labba bara fara að busta tennurnar, bara þakklæti fyrir þetta og þakklæti fyrir hitt. Og ég veit þetta væmið, en það er ótrúlegt en satt, það barnalega, það það sem virkar. Það að vera bara svolítið einlægur, vera svolítið barnalegur við orkuna í kringum okkur, setja þakklæti út, skrifa niður 3 setningar, það breytir lífi ykkar. Skrifa niður 3 setningar hvað þið viljið að gerist yfir daginn. Því að sálin sér út augun, hún sér það sem þið skrifið og eftir þess að þið skrifið mér og þeir sem að gera svona allskinn notes, þeim gengur betur en hinnum sem ætla bara að nota þennan naula og muna þetta allt saman. Skrifa niður 3 setningar fyrir daginn því að dagurinn mjög merkileg. Hvað ætlaði að gera yfir daginn? Hvað ég að vera lengi? Hvað varst að gera eitthvað svona? Hvað þýðir þetta? Má ég fá hálftíma viðbót? 2 mínútur í viðbót. Það nú dálítið lítið, sko. Ég ætlaði að fara að lesa upp á bókunum mínu, sko, því að 2 metsölubækur, en ég hef bara að segja ykkur að það Fásti Heimisson. Já.
En munið þetta, og ég ætla að fara með að því að ég set svolítið visku í ljóðaform. Það er svona minn stíll og hef gert það frá ég er krakki og ég held fyrirlestra í svona fyrirtækjum og voðalega fínu fyrirtækjum. Það tók mig aðeins lengri tíma að ná þeirri stöðu að því ég gekk svolítið furðulega til fara og þá bjóst ekki fólk að ég geti sagt neitt að viti, sko. En ég ætla að segja ykkur eitt og ég ætla að setja þetta inn í hjartað ykkar. Og þetta er svona ógnarstutt limra sem ég ætla að skjóta hérna fram. Og hún er svona: trúiði á mátt ykkar og megin. Trúiði að sá máttur sé ykkar eigin. Veriði lífinu fegin, þá ratiði rétta vegin. Takk fyrir mig.